Komið sæl öll og velkomin á þetta málþing að eldast á Íslandi. Það liggur nú fyrir okkur flestum og sem betur fer. Við erum hérna bæði í salnum og streymi, þannig að við þurfum að passa okkur að hegða okkur í samræmi við það. Það alveg sérstök ánægja að fá að vera fundastjóri á þessu málþingi. Þetta eitt af mikilvægustu viðfangsefnum okkar sem samfélags að tryggja okkur öllum góðar, öruggar, þægilegar aðstæður til þess að eldast og það snýst auðvitað ekki bara heilbrigðisþjónustu, heldur ekki síður félagsþjónustu, félagsleg tengsl, fjölskyldulíf og svo framvegis. En auðvitað heilbrigðisþjónustan feiknarlega mikilvæg. Við ætlum að hafa þetta þannig, við erum með 4 glæsilega fyrirlesara sem að verða hérna hver og eftir öðru með sín erindi og við ætlum að hafa þetta þannig að það verður ekki gert ráð fyrir spurningu eða umræðum í kjölfar hvers erindis, heldur biðja ykkur að halda ykkar vangaveltum og spurningum til haga og vonandi höfum við þokkalega tíma í lokin til þess að spjalla í pallborði. En þá ætla ég að bjóða hér fyrstan velkomin í pontu Kolbein H. Stefánsson, dósent við félagsráðgjafadeild og hann ætlar að tala líðfræði og tekjur og velta fyrir sér hversu algeng fátækt meðal eldra fólks. Ég búin að upplega pínlegt sálarangist við hvernig ég passi inn í þetta samhengi. Ég ekki að tala neitt heilsu, ég bara að tala fátækt, en maður þarf svona kannski ekki að hugsa þetta mjög lengi til að átta þess á samhenginu á milli fátæktar og heilsu og orsakasambandi sem gengur í báðar áttir. En það kannski annar punktur sem ég ætla að koma með sem kannski ég vona að hitti betur í mark allan í þessum fyrirlestrasal sem sagt þó hann snúist ekki beint heilbrigði. Ég ætla að byrja á því að segja bara aðeins að taka fram hvert samhengið þetta eru 2 rannsóknarverkefni sem ég og Halldór erum að vinna saman í ásamt öðrum. Annað sem sagt verkefni styrkt á Nordforsk sem snýst atvinnuþátttöku eldra fólks og þá erum við reyndar að tala 50+, þá það bæði undir þess að þegar fólk byrjar að heltast úr lestinni á vinnumarkaði en líka þetta með fólk sem vill halda áfram að vinna eftir að það kemst eftirlaunaldurinn. Það AIDS-swap-verkefnið. Svo það hitt og það kannski vegur þyngra í þessum fyrirlestri. Það rannsókn á samfélagslegan kostnað af fátækt sem að forsætisráðuneytið stendur fyrir sem að var meðal annars birt í skýrslu forsætisráðherra til Alþingis það efni sem leiddi svo til framhaldsverkefnis það sem að skoða tiltekna hópa og meðal þeirra eru einmitt eldri borgarar. Glæruna mína sem einhvern veginn fór þær úr skorðum við flutninginn, en bara ég ætla ekki að tala mikið þetta, ég að nota gögn frá Hagstofunni þar sem ég með skráagögn alla sem búsettir á landinu í lok hvers árs. Ég ætla ekki að þreyta ykkur með aðferðafræðinni, ég fyrst og fremst að setja hérna til þess að gefa til kynna að ég viti hvað ég að gera. Varðandi öldruna þá gamalt fólk framtíðin. Bæði í því sem geni að ef allt fyrir vel í líf okkar þá eigum við að ganga aðra en líka hópurinn sífellt vaxandi hluti af samfélaginu og hópur sem að mörgu leyti svona vanræktur að því leyti að í almenni stefnumótun þá virðist fólk ekki skilja hópinn sérstaklega vel. Efast ekki það að fólk sem hérna inni skilur hann en þegar kemur því að stjórnmálamennir og embættismennir setjast niður reyna að móta stefnu þá gamalt fólk einhvers konar svona grá búbla sem að þarf einhvern veginn að skaffa einhverja basic þjónustu fyrir. En hópurinn þetta að breytast, samfélag okkar að breytast, lýðfræðilega séð sérstaklega og eldra fólk ekki síst. Eitt af því sem hefur gerst að menntunarstig hópsins að hækka. Við sjáum það á milli 2000 og 2020 þá lækkaði hlutfallið sem var með grunnmenntun úr 2 af hverjum 3 í sirka 45%. Sama tíma hækkaði hlutfallið, rúmlega þrefaldaðist hlutfallið sem með háskólamenntun. Þetta hefur implikasjónir til dæmis fyrir fátækt, fólk með meiri menntun hefur gjarnan verið með hærri laun yfir ævina, á betri lífeyrisréttindi og ólíklegri til að vera fátækt á yfir árum.
þetta hefur líka implikasjónir fyrir hvers konar þjónustu við þurfum að veita þessum hópi. Þjónustu þarfir hópsins eru að breytast. Hann kemur til með hluta til út af þessu að lifa lengur og við betri heilsu og við þurfum að hugsa út í alla þessa hluti á sama tíma. Þetta eru þessar stærðir sem að hafa áhrif á þjónustuna. Á þessu 20 ára tímabili þá hækkar hlutfall karla pínulítið. Við erum aðeins að lifa lengur. Ein implikasjón af því að hlutfall þeirra sem að búa einir lækkar á tímabilinu líka sem hefur beinar implikasjónir fyrir fátækt. Það að vera með einar tekjur á Íslandi bara skampi erfitt. Þetta ekki bara samt fjölgun karla í röðum eldri borgara, þetta líka hluti af þessu auðvitað það að það ákveðin norm í kringum það að giftast aftur eða fara í einhvers konar samband eftir að maki deyr. Þau hafa svona aðeins losnað. Það aðeins meiri umbreyting fyrir því. Og það sem kemur kannski pínulítið á óvart. Eitt af stóru samfélagsbreytingunum í Íslandi auðvitað fjölgun innflytjenda á þessu 20 ára tímabili sem ég að skoða hérna. Við sjáum það ekki mjög afgerandi á meðal eldra fólks. Það hefur orðið fjölgun en fyrst innflyttur og svo þessi svokallaða önnur kynslóð hefur farið úr 2% í 3,5%. Og það ekkert í allavega skráargögnum sem bendir til þess að þessi hópur muni stækka verulega á næstu 10-15 árum. Það engin flóðbylgja af innflytjendum að skella inn á eftirlaunaldurinn. Og það skýrist af þessum þáttum, hluti af því að aldursbilið sem að fólk að koma þegar að flytja til Íslands. Það svona, hvað gerist það, 25-40 ára aldurinn, þar þorrinn af fólkinu og margir ekki komnir þangað ennþá. Stór hluti þetta bara koma tímabundið. Á hverju ári umtalsvert fleira fólk sem kemur, í einhverja mánuð og fer, en ef við tökum þau út fyrir sviga, af þeim sem hérna að minnst kosti 1 ár, þá helmingur sem farin innan 5 ára. Þannig að það einstaklingar sem mun ekki dúkka upp í framtíðinni skránum okkar, en geta mögulega átt ykkur réttindi. Það hins vegar algjörlega óljóst hvað fólk gerir þegar það fer á eftirlaunaldurinn. Og þannig fara lífeyriskerfið annars vegar og hins vegar þjónustukerfin annars vegar fara í sikkur áttina. Ef við getum hugsað það hvernig þetta horfir við innflytjendum, segjum að maður kominn til Íslands frá Póllandi, tekin að drífa sennilega, íslensku lífeyrir manns drífur sennilega lengra í Póllandi. Það tógar sennilega kannski líka í mann að það einhver skildmenni og gamlir vinir og kannski barnabörn og börn og eitthvað sem að búa í Póllandi sem maður langar að fara heim til. Móti kemur að sennilega ferðu betri þjónustu á Íslandi heldur en í Póllandi. Þetta eitthvað sem að innflytjendur byrja að vega og meta þegar nálgast eftirlaunaldurinn og Halldór einmitt með annað rannsóknarverkefni sem snýst akkurat þetta. En það líka hópur sem kemur seint, til dæmis gennum fjölskyldusameiningar og fleira, sem að þegar hann kemur eftirlaunaldur þá á hann ofboðslega takmörkuð réttindi og þess vegna í verulega aukinni hættu á fátækt. En hvernig líta tölunar út? Hér við með þetta hefðbundna lágtekjur hlutfall. Þetta basically punktur í tekjudreifingunni. Allir sem fyrir neðan hann metnir þannig að þeir séu að minnsta kosti í hættu á fátækt. Þetta þessi klassíska fátæktamæling, þetta fátæktamörkin áður fyrr. Og kannski stóra sagan hérna, ef við að skoða ólíka aldurshópa, að fólk sem á eftirlaunaldri, þetta stóra success-sagan í baráttunni gegn fátækt á Íslandi. Alltaf fátækt. Hópurinn fer frá 2000 til 2020 úr 17,3% niður í 6,9%. Þetta massífur árangur. Hluti af þessu kannski liggur einhvers staðar í lýðfræðinni. Önnur leið til að horfa á þennan árangur að árið 2020 voru 16,2% einstaklinga undir lágtekjumörkum, 1,8% stig af því kom frá eldra fólki. Það sem gerist á milli bæði að það annars vegar að hópurinn stækkar sem ætti að ýta upp vægjans, en það massífa lækkun á lágtekjuhlutföllum sem þýðir það að raunverulega árið hlutfall á hópnum. Árið 2000 voru eldri borgarar 11% af þeim sem voru undir lágtekjumörkum. Árið 2020 voru þeir cirka 6%. Þannig að þetta ekki
stóri fátæktarhópurinn í Íslandi og hérna við heyrum oft sett saman í svona andrá öryrkjar og eldri borgarar. Við eiginlega gætum efnaðslega ekki verið að lýsa ólíkari hópum. Annar hópurinn sennilega verst setti hópurinn í Íslandi, hinn heilt yfir best setti hópurinn í Íslandi. Ekki endilega þegar við erum að horfa á millitekjuhópana, en þegar við erum að horfa á fátækt. Spurningin hvað búið að vera að drífa þessa þróun áfram og hér mynd sem að sýnir okkur annars vegar áhrifin af lýðfræðilegum breytingum versus áhrifin af lágtekjuhlutföllunum. Þetta pínu svona erfitt að ná utan þetta, en löngu súlunar raun og áhrifin af lágtekjuhlutföllunum. Ef að lágtekjuhlutföllin hefðu breyst en lýðfræðin haldist óbreytt, þá hefði lágtekjuhlutfallið minnkað 10,1% hjá þeim sem út af breytingum frá menntun. En ef bara lýðfræðin kikkað inn, það var ekki um 2,6%. Það samt hækkun á menntunarstigið sem stærsta skýringin. Og þannig kemur að því maður hugsaður ok, en þú veist, áhrifin á menntunni samt ekki öll komið fram. Fólk hlutfallið ennþá að hækka. Hvað gerist ef við framreiknum þetta með menntunarstigi yngri kynslóða? Ímyndum okkur að eldri borgarar komist þangað. Og það sem við sjáum að áframhaldandi áhrif af menntun frekar lítil og fara minnkandi. Þannig að hækkandi menntunarstig ekki það sem mun áfram drífa upp lækkandi fátækt á meðal eldri borgara. Við erum búin að taka út stóran hluta af því sem við getum fengið úr því. Stóra sagan liggur í tekjuliðunum og þetta eiginlega ofboðslega einföld og augljós saga. Fjármagnstekjur hafa vísu dottið verulega niður sem í vægi í tekjuliðum eldri borgara, en stóra atriðið lífeyrissjóðirnir. Lífeyrissjóðirnir fá stundum vond rep fyrir ýmsa hluti, en þegar kemur að tekjum eldra fólks þá hafa þeir skipt sköpum og munu halda áfram, að skipta meiri og meiri sköpum. Ég held að þessi árið 2030 þá kemur inn fyrsti árgangurinn sem á fulli réttindi í kerfinu, lífeyrissjóðakerfinu. Svo hver árgangur eftir það að bætast í hópinu, þannig að við getum horft á þessi áhrif halda áfram til 2050 auðveldlega. Hér sjáum við hvaða áhrif þessi þættir hafa á að minnka, að lyfta fólki upp fyrir lágtekjumörkin, og það eiginlega tvennt í þessu sem sjálfu sér athyglisvert. Það annars vegar að tilfærslukerfið okkar í auknum mæli að lyfta fólki upp á lágtekjumörk, og það tveir þættir sem skipta máli. Eiginlega bara einn. Það að skerðingakerfið hjá almannatryggingum hefur í auknum mæli færst beint þessum greiðslum neðar í tekjudreifinguna, þar sem það hafa meiri áhrif á því að lyfta fólki yfir lágtekjumörkin. Þetta bara ein spurning upphæðir og hvar það hitta, en stærsta atriði samt sem á endanum lífeyrissjóðir. Þannig að tíminn að vera búinn. Hvaða ályktanir við höfum verið að draga af þessu? Lífeyrissjóðakerfið hefur dregið verulegar fátækt meðal eldri borgara, ef við horfum það bara út frá því sjónarhorni, mega success. Og þetta mun að öllu öðru óbreyttu halda áfram að hafa sömu áhrif, svo veit maður aldrei hvernig fólk kemur til með að geta klúðra hlutunum á leiðinni. Við erum líka því að fátækt ekki stærsta áskorun sem við stöndum frammi fyrir þegar kemur að eldra fólki. Það þarf aldrei að brjóta þessa öryrkjar og eldri borgara umræðu. En við verðum samt líka að hafa það í huga að þeir eldri borgarar sem hafa búið við fátækt í dag, það yfirleitt fólk sem hefur búið við fátækt alla ævi. Og það mun ekki njóta góðs af því að lífeyrissjóðakerfið haldi áfram að þroskast. Það eitthvað sem kallar á sérstakt inngrip fyrir þann hóp. En kannski ef við orðum það kurteislega, þá mesta svigrúmið til umbóta í einhvers konar þjónustu. Bæði að efla þjónustu í kringu það að hjálpa fólki að búa heima lengur, en svo líka í heilbrigðiskerfinu. Takk fyrir. Við þakkum Kolbeini fyrir frábærlega áhugavert erindi. Þá hittu nú við, nú ætlum við að skipta glærur.
Já, ok, þetta allt í einu pakka. Já, þetta allt í einu. Frábært. Halldór Guðmundsson, dósent við félagsráðgjafadeild, ætlar að ræða velferð og vinnu eldra fólks. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir tækifærið. Það var áhugavert fyrir okkur að vera búið að fá að koma hér inn í þetta samstarf Landspítalans og Háskólans í sambandi við heilsuna okkar. Ég nú vandraðist þetta með kannski tölvuna mína því ég ætla að reyna að hafa nótur svona til þess að grípa í ef ég skildi gleyma einhverju, en kannski verður það ekki neitt. Ég ætla að fókusera núna á velferð og atvinnu eða vinnu eldra fólks. Ég ætla að reyna að draga fram upplýsingar sem varða virkni og þáttöku eldra fólks á vinnumarkaði og það sem svona tiltölulega nýtt í upplýsingum eða rannsóknum sem við höfum fengið fram bara nýverið, sem var held ég bara í mars eða byrjun apríl, sem við fengum niðurstöður úr enn einni könnunni hagi og líðan eldra fólks á Íslandi, sem búið að vera að gera alveg síðan 1999. Og það virkilega áhugavert að fylgjast með því hvernig sú mynd Ég ætlaði aðeins að segja ykkur frá því svona viðhorfin eða það sem ég að leggja upp. Eins og Kolbeinn kom inn á, við erum með samstarfsverkefnum bæði innanlands og erlendis og ég hef líka verið að fjalla aðeins heilbrigða öldrun sem að Ólafur ætlar að fjalla hérna á eftir. En það eru svona þessi verkefni sem Kolbeinn nefndi, annars vegar fátæktin og svo atvinnumál sem við erum með í skoðun og svo líka þetta í sambandi við væntingar lífeyrisþega. Nú eru það bil að mér minni 2500-600 einstaklingar af erlendum uppruna komnir yfir aldursmörkin fyrir lífeyristöku eða 67 ára eldri og það hafa vaknað spurningar það hvernig þessi hópur hyggst dvelja og hvar hann hyggst eyða æviárunum sínum og líka vantar okkur svolítið upplýsingar það hvaða hugmyndir hefur þessi hópur það að þeir eigi rétt á ákveðnu lífeyri á Íslandi, eigi rétt á ákveðnu lífeyrisgreiðslum í sínu heimalandi og þeir eiga líka ákveðin rétt eftir því hvaðan þeir koma til þess að flytja þessi réttindi á milli landa óháð því hvar þeir búa, alveg eins og Íslendingar sem dvelja á Spáni nánast. Þannig að það verður áhugavert að velta því fyrir sig hvað þessi hópur mögulega gerir í framtíðinni af því að það mun skipta máli fyrir þá þjónustu sem við erum að veita. En þetta setur líka spurningu við ýmislegt fleira sem bara framtíðarhorfurnar bara svona almennt. Í stóra samhenginu þá mikilvægt að horfa til þess sem Ólafur ætlar líka að fjalla hér á eftir, það heilbrigð öldrun. Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hafa sett fram tiltölulega skýra mynd það hversu við eigum hvar við eigum að leggja áhersluna á næsta áratug fram til 2030 og það á heilbrigð öldrun. Það fyrirbæri því síðan skipt í nokkra grunnþætti og það sem við erum að tala núna í dag ekki þjónustuþættirnir. Við erum ekki að fókusera á þann hluta, heldur mun ég í mínu erindi kannski fyrst og fremst vera að tala hversu aldursvænt samfélagið, hvernig erum við að bjóða upp á umhverfið og svo hins vegar hvaða viðmið, fordóma og væntingar erum við með gagnvart eldra fólki og þáttöku þess í samfélaginu. Inn í þetta spila mjög margir þættir. Kolbeinn hér með lýðfræðina, við erum hér með uppbyggingu og skipulag og þjónustu og við erum alltaf að tala alls konar vandamál og biðlistaraðir og tilhörandi í því, en það ekki hluti af því sem ég að tala nú. Í verkefnunum okkar sem við vorum að undirbúa í samstarfi með erlendum aðilum, þá fórum við í það að kíkja á hvernig háttað atvinnuþátttöku Íslendinga og atvinnuleit, vilja til atvinnu meðal Íslendinga. Í samanburði við þessi tvö lönd sem við vorum að vinna með, sem eru þá Svíþjóð og Litáen. Þetta voru tölur sem við tókum frá Eurostat og eru nú reyndar held ég síðan 21 síðustu, en eins og þið sjáu hérna þá atvinnuþátttaka Íslendinga í þessum samanburði svo hæsta og líka þeir sem vilja og myndu vilja verða aktífir í að leita sér að vinnu. Og það sami tendensin í öllum löndunum að þessi þáttaka og þessi vilji fellur niður hægt og bitandi með hækkandi aldri.
Síðan eru líka til hjá Eurostat upplýsingar mannafla í Evrópu og ég set þetta hérna upp fyrst og fremst til þess að vekja athygli á því að við fáum mjög mikið af gögnum frá Íslandi og Evrópu og svona tölfræðigögnum það hvernig við ættum að skipuleggja mál okkar og greina. Það sem athyglisvert hérna við hættum að telja þegar þú ert orðin 64. Og það bara úrelt lógík. Það á ekki lengur við að við séum ekki að safna og birta tölulegar upplýsingar fólk alveg framundir áttrætti eða þess vegna bara alveg út úr. Og þetta hamlar svolítið vinnunni hjá okkur. En snúum okkur þá að hægir og líðan sem eru sem sagt ný rannsókn sem var gerð í nóvember og desember á síðasta ári og ég hér fyrst og fremst að byggja bara á samantekt sem að Félagsvísindastofnun tók saman og kynnti á vegum stjórnarráðsins í mars eða apríl. Númer 1. 90% eldra fólks telja sig búa við frekar eða mjög góða andlega heilsu. 70% telja sig við frekar eða mjög góða líkamlega heilsu. 15% hópsins var með einhverja heimaþjónustu og rúmur helmingur af þeim hópi var 88 ára eldri. Þannig að það tiltölulega lítil þjónusta í neðri hluta aldurshópsins vegna þess að miklu fleiri einstaklingar þar. Flestir 67 ára eldri sem að svara þessari könnun, 86%, að keyra eigin bíl. Og þetta getur verið eitt af stóru vandamálunum sem við ættum eftir að taka á hvernig þá ferlarnir í kringum það hvernig við ætlum að vega og meta og þannig byrjuð þessi umræða á þinginu endurnýjun ökuréttinda og allt þetta. En hvernig ætlum við að setja þessa ferla upp í kringum mat og ekki mat á hæfni fólks til aksturs. Þetta orðið talsvert mál í evrópsku samhengi og ég veit af þróunarverkefnum sem að Evrópusambandið hefur verið að styrkja akkúrat þessi efni og það blandast inn í þetta áhugaverð punktur sem bara lyfjanotkun Íslendinga líka. Og ég tala nú ekki ef við komum frá Spáni og erum hæfilega marineruð þar. En svo erum við líka með hóp sem starfandi og það breytilegt að það mun meiri hópur eða stærri hópur sem að vinna framöndu 70. Það 40% af þessum hópi 67 til 70 ára. En síðan byrjar þetta eins og við vorum að tala áðan svolítið að falla og fer hægt og sígandi niður. En þetta þýðir í raun og veru það að sá hópur sem að í eldri kantinum það bil 12% sem ekki í vinnu en vildu gjarnan vera á vinnumarkaði sem að jafngildi þá eitthvað í kringu 6.500 einstaklingum sem að myndu gjarnan vilja vera þátttakendur. Eins og Kolbeinn kom líka inn á áðan og kemur fram í þessari könnun sem byggir á svörum einstaklingarna sjálfra þá upplifa þau ráðstöfunartekjur sínar þokkalegar og að jafnaði 700.000 krónur á mánuði. Einmanaleiki í hópnum mælist óverulegur, hann mjög svipaður á milli tímabila. Það eru 71% sem finna ekki fyrir einmanaleika, 12% stundum og 4% sem að frekar mjög oft eða alltaf. Það væri í raun og veru sá hópur sem við ættum kannski sérstaklega að kíkja á vegna þess að við vitum að heilsufarslega einmanaleiki mjög hættulegur og varasamur. Það til sundurgreining á því hver þessi hópur og við getum í raun og veru talið það upp hvar hann og eiginlega undantekninga lítið hann í snertingu við einhverja þjónustu, annaðhvort heimaþjónustu, sveitarfélaga eða opinbera heilbrigðisþjónustu eða heilbrigðisþjónustuna segir. Og það fleiri þættir eins og það hafa mist maka og með lága tekjur og þar fram eftir götunum sem að hægt að pinpointa nánast í hvaða fólk þetta Það sem að vantar upp á kannski að hafa mennta starfsfólki okkar til að grípa þetta. Nú, flestir eldri borgarar á Íslandi, 78–93%, í sambandi við og fær reglubundnar heimsóknir frá fjölskyldu að minnst einu sinni í viku eða oftar. Og meirihlutinn af hópnum með tölvur í heimahúsi og að færa samskipti sín talsvert mikið af símónum og yfir í tölvurnar. Sem að þýðir líka að við erum væntanlega fara að ganga út frá því að við getum átt samskipti við þennan hóp með öðrum hætti heldur höfum gert hingað til. Og almennt þá eru 56% sem telur viðhorfin til eldra fólks almennt vera bara mjög jákvæð. Og svo aðeins graderast það niður, það ekki stór hópur sem hefur miklar áhyggjur af
neikvæðum viðhorfum. En snúum okkur þá að atvinnumálunum og ég glemdi því nú hérna í upphafinu að þessar glærur og þessi samantekt sem ég að vinna hérna hef ég líka unnið með kollegavinnu sem heitir Þóra Kristín Þórsdóttir sem rannsakandi og starfa núna tímabundið við háskóla. Þannig að hún á líka heiðurinn að því að taka þetta saman. Þið sjáu hérna og meginfókusin náttúrulega kannski á íslenska hlutan. Þið sjáu hérna að sem sagt, atvinnuþátttaka karla og kvenna á Íslandi með því hæsta sem í samanburði við Norðurlöndin. Og þetta byggjum við á könni hérna, vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar, þessar tölur hérna. Og ef maður fer hins vegar ofan í þessar tölur og hæ og líðan, þá koma upp svona ákveðni fyrirvarar það að sennilega atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi aðeins lægri. Hún ekki alveg í toppi, en það dregur aðeins saman á milli landana. Í hægir og líðan þá eins og kom fram áðan 37% sem eru núna ennþá að vinna, alveg fram undir 70, það komið í 13% við 72 ára aldurinn og svo heldur það áfram að lækka. Það áhugavert að velta því fyrir sér að það aukning í 80+ hópnum í þátttöku á vinnumarkaði. Og það má alveg velta því fyrir sér hverjir það eru og væri raun og veru hægt að skoða það svolítið, hvort að þetta eru einstaklingar sem eru til dæmis með eigin fyrirtæki, eigin rekstur eða eitthvað slíkt. En heilt yfir það athyglisverða hérna að við sjáum að það lækkun í atvinnuþátttöku á Íslandi frá því sem hefur verið síðustu ári. Og það nýtt. Hún hefur verið nefnilega nokkuð stabíl í gegnum tíðina og það sem við sjáum í henni að þessi breytingar ekki eiga sér stað í kvennahópnum, heldur fyrst og fremst í karlahópnum. Þannig að þar aðeins að draga saman. Síðan spurt í könnunni sveigjanleg starfslok, voru starfslokin aldurstengt, það segja út af ákvæðum að þú mættir ekki vinna lengur og svo hins vegar vegna veikinda. Og þið sjáu í þessari töflu hérna síðustu tölurnar að svona samanlagða breytingin 2024 svo að það eiginlega marktæk breyting að eiga sér stað í því að fólk eru að upplifa meira sveigjanleg starfslok heldur en áður hefur verið og það dregur eðlilega þá úr því að fólk sé að upplifa þvinguð starfslok. Þannig að hér augljóslega eitthvað að gera sem áhugavert að skoða frekar. Og af þeim sem upplifðu sveigjanleg starfslok að þá kemur það fram í öllum aldurshópunum fram að svona 75 að það verður svona svipað og hefur verið. Þannig að það virðist vera sem yngri hópa að þeir sem eru að koma inn séu að upplifa meiri sveigjanleika í starfslokum sínum. Það svona það sem maður dregur ályktun að þessu. Þeir sem myndu vilja vera í vinnu, þar hefur í gegnum tíðina verið það bil 20% af hópnum þeirra skoðunar að þau myndu vilja vera á vinnumarkaði en eru það ekki. Það líklega sá hópur sem hefur farið þá út af þvingun einhverju út af vinnumarkaði. En það að það að draga úr því hversu stór þessi hópur sem vill fá að vera inn á vinnumarkaði. Og ég velti því aðeins fyrir mér, annars bæði að hópurinn að stækka neðst í aldursdreifingunni af þessum hópi. Og það verður fróðlegt að velta því fyrir sér ef við gerum ráð fyrir því að eldra fólk haldi virkni sinni í íslensku samfélagi meðal annars á vinnumarkaði þá mögulega einn af hvötunum einhvern veginn hvort mann í einstaklingnum sjálfu með eitthvað annað að þá virðist vera eins og það sé að dragast saman. Þannig að við þurfum eitthvað að örva ef við ætlum að halda þeim virkum þarna. Og síðan eru þá af þeim sem eru að leita eftir því að vera áfram í vinnu eða vildu við gjarnan vera áfram í vinnu að eins og ég segi það dregur aðeins saman í hópnum en það eiginlega meira karlamegin heldur en kvennamegin. Það svona meira dropp hjá körlunum þannig að en eins og þeir séu að átta sig á því að það sé eitthvað önnur vídd til heldur en vinnan. Ef maður getur orðað það þannig. En svona samantekt þá erum við bara með velferðin okkar þannig í íslensku samfélagi við getum sagt að við mikill meirihluti eldra fólks metur stöðu sína góða, heilsufarslega og félagslega. Atvinnuþátttaka hefur verið há í samanburði við löndin og virðist vera það áfram. Það eru vísbendingar að atvinnuþáttakan sé að lækka og maður velti fyrir sér áhrifunum.
Hvað þýðir þetta fyrir íslenskt samfélag sem að gerir mikla kröfur og vantar mikið af fólki á vinnumarkað? Hvaða áhrif hefur þetta fyrir reynslun okkar, svo við vorum að nefna hérna áðan? Og getum við yfir höfu gert ráð fyrir því að við verðum án atvinnuþátttöku eldra fólks? Eða þessi breytingum að hækka lífeyrismörkin, hækka ef við bæta í sveigjanleikann, auka þátttökuna, við þurfum að fara að taka þessa umræðu held ég til þess að ákveða það hvernig við ætlum að halda áfram og hvað mögulega virkar til þess að hvetja til þátttöku, því að það ein gullin setning í þessum bransa, hún svo að leið og hættir að vinna, þá styttri í endapunktin. Það minni virkni. Takk. Já, þakka fyrir þetta frábæri erindi, Halldór. Hún Anna Björg Jónsdóttir, yfirlæknir öldrunarlækninga á Landspítalanum, ætlaði að vera með okkur hér í dag, en hún forfallaðist á síðustu stundu. Ólafur Þór Gunnarsson hljóp í skarðið, hann formaður verkefnastjórnar verkefnisins Gott að eldast og yfirlæknir endurhæfingar aldraðra á Landakoti. Gjörðu svo vel, Ólafur. Takk fyrir, María. Já, gaman að vera með ykkur og kannski rétt að taka það fram alveg strax í upphafi að það sem að misfest í þessum fyrirlestri, það á mína ábyrgð en ekki Önnu Bjargar, en þið takið vonandi viljan fyrir verkið. Ég ætla að tala aðeins heilbrigða öldrun og hvað það svona sem að gerist þegar við fullorðnumst. Fyrst kannski aðeins það stundum talað þetta sem mannfylgda spá og þetta sé einhver spá með það hvað öldruðum muni fjölga á Íslandi. Þetta ekki spá, þetta svona, ef það kemur ekki einhver katastrófa, þú veist, einhver horfellir eða eitthvað þaðan að skelfilegra, þá verður þetta svona. Það að segja, þá mun mannfjöldapíramídinn breytast svona, það að segja úr þessu dökkbláa yfir í þetta ljósbláa. Og þetta ekkert að fara að gerast eftir 100 ár, þetta þegar byrjað að gerast og við erum nú þegar í þeirri stöðu. Árið 2050 minnum með að sé, þá verða þeir sem 85 ára og eldri á Íslandi orðnir í kringum 23.000 manns, í dag þeir 6.700. Það mun þrefaldast þessi hópur. Og aftur, þetta ekki spá. Þetta verður svona. Þannig að við verðum svolítið sem samfélag að horfa svolítið til að segja að þetta raunveruleikinn sem við erum að horfa framan í. Og hvað heilbrigði? Alþjóða heilbrigðismálastofnunin skilgreinir margt og meðal annars hvað heilbrigði. Og það þetta líkamlegt, andlegt og félagslegt velferðarástand. Og það ekki bara það að vera laus við sjúkdóma og vanheilsu. Félagslegt heilbrigði sem skilgreint sem að vera virkur þátttakandi í samfélaginu, hafa tengsl og stuðning, hafa aðgang að heilbrigðisþjónustu og menntun og félagslegum tækifærum, að vera virkur og sjálfstæður þátttakandi í samfélagslegum og menningarlegum og efnahagslegum aðstæðum á eigin forsendum. Muna það. Þetta snýst ekki það hvað samfélagi vill, heldur það hvað einstaklingurum vill, hvað viðkomandi vill sjálfur. Og það mjög mikilvægt að hafa það í huga og kemur aðeins betur inn á það eftir. 21 til 30 áratugur heilbrigðrar öldrunar og þar erum við ekki bara á alþjóðavísu heldur, eða ekki bara á Íslandi sé heldur á alþjóðavísu. Það verið að horfa til þess að bæta lífskeið eldri einstaklinga allan heim og mikil áhersla á þetta samstarf, hvernig við getum unnið þetta saman, hvernig við getum deilt upplýsingum á milli samfélaga. Þannig séum ekki að velta okkur upp úr því að finna upp hjólið í 200 mismunandi löndum. Það þarf ekki, það alveg að nota gagnlegar upplýsingar frá öðrum. Inn í þessu kerfi á að vera það að bæta þjónustu við eldra fólk, stuðlaði jákvæðri ímynd og þið heyrðuð hjá Halldóri að þar þetta svolítið að byrja að snúast, það að segja eldra fólki sjálfu finnst ekkert endilega að það sé neikvætt viðhorf í samfélaginu til þeirra. Það mjög gott
og skiptir alveg gríðarlega miklu máli til þess til dæmis að finnast maður vera hluti af heild. Það skiptir svo ofboðslega miklu máli og það skiptir ekki bara máli þess að það sé gaman hjá manni. Það skiptir máli til þess að maður hreinlega upplifi það að vera partur af samfélagi og þar með líður manni betur og þar með búið maður við betra líf og betri heilsu. Þetta er dálítið mikilvægt. Nú, meira sé svona félagsvísinda fólk eins og Kolbeinn eru farnir að vinna sérstaklega í því að vinna rannsókn á eldra fólki og það er frábært. Þetta er, við sem samfélag erum að byrja að fatta þetta, að þarna er framtíðin eins og Kolbeinn kom inn á. Halldór er náttúrulega búin að vera í þessu alla sína starfsævi þannig séð, og ég líka, en þetta er að síast inn í fleiri og fleiri anga samfélagsins að eldra fólk stefnir í það að vera 25% af samfélaginu eftir ekkert rosalega langan tíma og það er kannski eins gott að við áttum okkur á því, já, býtu þarna er hópur sem við virkilega þurfum að taka tillit til og hann þarf að vera með í þessu samfélagi. Í mínu hliðarsjálfi þá vinn ég við þetta verkefni, gott að eldast. Ég veit að Margrét kemur aðeins inn á þetta og eftir, aðeins svona í örstuttu máli þá eru þetta gengur út á þingsályktunartillögu sem er samþykkt aðgerðaáætlun þjónustu við eldra fólk. Skiptist í 5 liði, þessar 5 samþættingu, þjónustu, virkni, upplýsingu, þróun og heimili. Og þetta gengur nú bara býsna vel. Þetta er verkefni sem er 23 til 27, það ekki, frekar 24 til 27. Og það er enda þegar að fara að tala um að framlengja það, sem er frábært. Það eru nánast öll verkefnin komin að stað nema þessi rauðu. Það eru þau sem að snúa að hvernig getum við búið betri aðstæður varðandi heimili eldra fólks, eins og Kolbeinn kom inn á. Við erum byrjuð að tala um þetta, við erum byrjuð að hugsa um þetta og það er mikill áhugi hjá núverandi félagsmálaráðherra að taka vel á þessum málum sem er frábært. Af því að þarna getum við virkilega gert betur vegna þess að það er ekki endalaust bara hægt að bæta þjónustuna heim til fólks. Ef við ætlum fólki að búa heima við öryggi þá þurfa heimilin sjálf líka við örygg. Og þessi verkefni 3, þau koma svolítið inn á það. Þau koma meðal annars inn á það sem að sum hérna í salnum hafa stundum talað um, það er engin skilgreining til á hvað er húsnæði fyrir eldra fólk. Og þú veist, það er 2025 og ég er búin að vera að tala um þetta í 30 eitthvað ár og sum eitthvað miklu lengur og við erum ennþá ekki komið þarna. Þannig að þetta er það er eitt af verkefnunum. Annað verkefni er til dæmis það að reyna einhvern veginn að búa þannig í haginn að við getum, því opinbera getur komið að því að styðja við breytingar á heimilum fólks. Allavega í meira mæli heldur en gert í dag. Núna er það snýst eiginlega fyrst og fremst í kringum hjálpartæki, en til dæmis með aðgengi og þess áttar þætti er samfélagi mjög lítið að koma að enn sem komið er. Þannig að þar getum við gert betur. Skilgreining á heilbrigðri öldrun, það er sem sagt ferli að þróa og viðhalda þeirri færni sem stuðlar að velferð á efri árum. Og þetta felur ýmislegt í sér eins og við skiljum. En þetta að leggja sitt af mörkum og hafa hlutverk, það er, mann er líka að segja, alveg fáránlega mikilvægt. Eins og kannski krakkarnir myndi segja, það skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Vegna þess að ef við höfum hlutverk, ef við höfum eitthvað til að vakna fyrir á morgnana, ef við höfum eitthvað til þess að fara og gera, atvinnuþátttaka er náttúrulega eitt af því fyrir suma, að þá líður okkur betur. Og eitt af því sem að kannski kemur þarna inn eru mjög nýlega rannsóknir sem hafa komið fram sem sýna að ef að þú ákveður einhvers staðar nálægt starfslokum að taka upp nýtt áhugamál eða hella þér út í ný verkefni, þá farnast þér betur á eftirlaunarárunum. Þá farnast þér marktækt betur, þá lifir og lengur og líður betur. Og ekki það þessi markmið að lifa lengur, en það er fyrir flest okkar skiptir að verulegu máli að meðan við erum hérna megin moldar, að þá höfum við það þokkalegt og líður vel. Þetta er semst samspil, heilbrigði. Það er þetta
aðeins að koma inn á það þessa innri færni, það að segja þetta svona, komum að segja þetta svona þessi heild, það að segja andlegt, líkamlegt og félagslegi þættir og síðan eru umhverfisþættir þar sem snúa því að ná til heimilis, nærumhverfis og í samfélagsins alls. Og þarna komum við inn á þessa skipulagsþætti sem með sveitafélögin eiga að sjá svolítið mikið það að segja hvernig eru byggingar hannaðar, hvernig eru samgöngumannvirki hönnuð, hvar eru hindranir, hvernig eru hjálpartæki og allt þetta. Þarna kemur við að þessum þáttum. Nú, áhrif samfélagslegra þátt á heilbrigðisöldrun eru kannski grundvallaraldri ferskonar, það að segja það eru fjárhagsleg áhrif, það er að setja mig eins og hefur komið að sinna á með lífeyrinn, hvernig það hvernig tryggingarnar eru. Í þriðja hliðarsjálfinu mínu þá hef ég stundum og stundum ekki verið formaður stjórn- og tryggingastofnunar og þar höfum við séð það núna á undanförnum árum og áratugum að smátt og smátt lífeyriskerfið að taka miklu sterkari þátt í framfærslu eldra fólks. En það sem kannski við höfum ekki verið nægilega dugleg við sem samfélag að ná utanum, litla hópinn sem að Kolbi talaði þessi tæpu 7% sem að hafa það ekki nægilega gott. Við gætum gert betur þar og sem betur fyrir það myndi ekkert kosta neitt svakalega mikið. Það er mikilvægt fyrir okkur sem samfélag að átta okkur á því. Það væri ekkert svakalega dýrt af því þetta ekki það stór hópur að það eigi að vera okkur erfitt. Svo eru hinir þættirnir eins og sem ég aðeins búin að koma inn á. Nú Margrét vann að reka eftir mér, þannig ég ætla að koma Nú, hvar eru tækifærin til inngripa? Þau eru á nokkrum stöðum eins og þið sjáu. Það eru sem sagt þetta eru í rauninni byrjar þetta allt mjög snemma. Það er að segja, má eiginlega segja þessi frasi að það skiptir svolítið máli hvernig maður fer fram úr á morgnana, hann á við í rauninni alla ævi og hvernig start við fáum í lífinu skiptir verulega miklu máli og það er ekki bara það hvernig start við fáum í grunnskóla og leikskóla, heldur líka hvaða tækifæri við fáum í atvinnulífinu þegar það er komið og síðan þegar við eldumst hvaða þjónustu og hvaða tækifæri við fáum til þess að ná aftur bættri heilsu, til þess að ná aftur þeirri færni sem við kynnum að hafa tapað eða kynni að hafa skerst eitthvað á árunum þar á undan. Nú, það eru nokkrir lykilþættir, ég held þetta sé að verða langt komið. Sem sagt, í líkamlegri heilsu þá hreyfing svakalega mikilvæg, næring skiptir verulega miklu máli, ekki að drekka áfengi heldur halda sig frá því og ef maður endilega verður að drekka áfengi þá gera mjög lítið af því. Og ég segi stundum við mína skjólstæðinga að sennilega skipti það sem að ég gef þeim, það er að segja lyfin sem ég gef þeim, þau skipti sennilega minna máli heldur en það sem þau gera sjálf. Það er að segja hreyfa sig, borða vel, nota ekki áfengi, reykja ekki og allt þetta. Það skiptir líka máli að reyna að halda utanum andlegu líðunina, félagsleg þátttaka koma aftur að því, þetta kemur aftur og aftur. Þannig að hún skiptir svo svakalega miklu máli þetta að upplifa sig að vera hluti af einhverju stærra. Og það sem kom til dæmis fram núna á ráðstefnu sem var að koma frá út í Portúgal samþættingu í heilbrigðis og félagsþjónustu kemur mjög skýrt fram svona í alþjóðlegu samhengi að menn eru í meira mæli farnir að spyrja hvað skiptir þig máli? Af því að ég sem heilbrigðisstarfsmaður kem að borðinu kannski með einhverjar vangaveltur og held að ég hljóti nú að geta bjarga heiminum og eitthvað, en það er bara ekkert það sem að svo sem situr fyrir fram mér að pæla í. Og maður verður að reyna að fanga það. Hvað er það sem að skiptir einstaklingin sjálfan máli?
Ekki hvort að mig langi að prófa einhver ný lyf á honum eða eitthvað, eða hvað það kynni nú að vera. Anna sagði að ég mætti sleppa þessari, ég held ég sleppi henni bara. En hún snýst þjónustu eins og hún í dag, þar að segja brota það þjónustu, en hvernig hún gæti í rauninni verið miklu fallegri, þar að segja að við værum aðeins sveigjanlegri í henni og hefðum fleiri þræði. Að lokum muna það, og ég held að allir öldrunarlæknar endi allar fyrirlestrar sín á þessu, aldraðir eru ekki einsleitur hópur, þetta fjölbreyttur hópur, það engir tveir eins. Samfélagsstöðu þættirnir skipta alveg gríðarlega miklu máli og við getum auðveldlega, innan gæsalappa, haft áhrif á þá, við getum það að minnsta kosti, við sem samfélag getum það. Þjónustan þarf að aðlagast að þörfinni og við þurfum að vera tilbúin að breytinni og þá mikilvægt að horfa til teymisvinnu og heildararnar nálgunar. Og svo það sem Anna hefur bett þarna við, sem að við höfum, ég og hún, höfum verið að ræða alltaf mikið núna undanfarna mánuði, það þetta element sem að við höfum lítið notað á Íslandi, það að segja sjálfboðaliða starf, meðal annars til þess að gefa fólki hlutverk. Af því að, sko, þegar við eigum og þurfum ekki lengur að vinna, þegar við eigum svo ógeðslega mikið peninga, þegar við eigum svo frábært lífeyriskerfi og allt það, þá þurfum við samt hlutverk. Og kannski geti það verið þarna og skil ykkur eftir með það og svo kannski að loka þessa skemmtilegu mynd sem að kannski verður við öll svona þess að við komum öll heimilið að hjúkrunarheimilið eða hvað það að við höldum áfram að finna ykkur ný verkefni til þess að losna út úr þessum böndum sem að þar eru. Og Anna bað mér sérstaklega að minna ykkur á þetta. Það þessi stórkostlega ráðstefna á Íslandi í haust. Ef þið ekki búin að skrá ykkur, kíkja allan á heimasíðuna og sjáu hvort að þetta ekki eitthvað sem þið gætu hugsað ykkur. Gerið þakkir. Kæra þakkir Ólafur og auðvitað þakkir til Önnu Bjargar fyrir hennar þátt í þessu frábæra erindi. Síðust fyrirlestra Margrét Guðnadóttir sem forstöðumaður miðstöðvar í öldrunarfræðum og sérfræðingur í heimahjúkrun og hún ætlar að ræða að eldast heima og aðlagast heilsumissi. Gjörðu svo vel, Margrét. Anna átti greinilega ýmislegt eftir ósagt þarna. Já. En við erum þá komin hingað. Gott að hafa ykkur hérna öll í salnum. Þetta bara frábær samkoma. Hér á undan hafa nú verið sögð mörg góð orð sem að leiða okkur öll inn í þennan veruleika að hvernig við í raun og veru getum búið okkur góðar aðstæður heima við. Og minn bakgrunnur úr heimaþjónustunni og þar vil ég fyrst og fremst staldra við hversu mikil hollusta það var fyrir mig sem heilbrigðisstarfsmann að fá tækifæri til þess að kynnast bráðaumhverfi sjúkrahússins og allri þeirri mikilvægu starfsemi sem að fer þar fram, en síðan á hinn bóginn að fá þetta tækifæri að mæta einstaklingum inn á þeirra heimili, inn í þeirra eigin umhverfi. Og staðreyndin sú að inn á heimilum þá mætum við svo miklu svona kokhraustari einstaklingum. Þar miklu augljósara svona þetta sjálfstæði og sjálfræðið ríkara í þeim einstaklingum sem að við hittum þar fyrir. Og fyrir vikið þá einstaklingar í heimahúsi sem að margir hverjir geta verið bara mjög hrumir og átt við fjölþættan og flókin vanda að stríða. En þeir samt sem áður mun meiri og virkari þáttakendur í sinni meðferð. Þannig að inn á heimilum einstaklinga standa okkur kjörin tækifæri til þess að eiga samherja í þessari meðferð eða uppbyggingu sem að við viljum sjá fyrir okkur til framtíðar. Og það hefur margsannað verið að inn á heimilum okkar, þar sem að við þekkjum okkar umhverfi, þar við mun öruggari og stöndum styrkari fótum í okkar daglega lífi. Auðvitað
fyrir okkur sem fagfólk að það að vera með á nótunum í því að við komum ekki bara þarna inn og svona tökum til hendinni og segjum fólki hvernig það eigi að sitja eða standa. Þetta snýst að mæta einstaklingi einmitt af virðingu út frá hans eigin forsendum, gildum, vonum og væntingum. Og það felst í því að vera opinn og heiðarlegur gagnvart sér sjálfum sem fagmanni og að vera tilbúin til þess að hlusta og meðtaka raddir þeirra sem við erum að mæta. Þetta snýst þessa svona tilfinningu fyrir smávægilegu atriðunum í lífinu. Að lesa í kringumstæður og aðstæður hverju sinni út frá öllum þeim fjölbreytileika sem við komum inn í, eins og fyrir mig inn í heimahjúkruninni. Ég banka á dyr og ég þarf í rauninni að setja mig í nýjar aðstæður við hverjar þær dyr sem að ég geng innum, af því að það eru bara ólíkar aðstæður inn á hverju heimili og það mitt hlutverk að koma til móts við það. Við horfum fram á mikla breytingu í allri okkar þjónustu sem að náttúrulega bara í samhengi við öll þau orð sem að hér hafa áður verið sögð. Ég með tölur frá Reykjavíkurborg af því að það var minn vinnustaður til margra ára og þar sjáum við 20% aukningu í þjónustu við hruma einstaklinga, heilbrigðisþjónustu heimahjúkrunar, en við sjáum líka það sem að gerast að við erum að nýta enn betur þennan mannauð með samþættri samvinnu, hjúkrunar og félagslegri heimaþjónustu. Fyrir vikið þjónustan samsett af einstaklingum með miklar þarfir og starfsfólki sem að þarf að vera tilbúið að mæta þeim þörfum. Það sem að samþætt þjónusta felur í sér að við erum vissulega að nýta fleiri hendur en við erum líka að leggja verkefni, flóknari verkefni í hendur minna menntaðra handa eða minna þjálfaðra starfsmanna og þar liggur ábyrgð okkar sem samfélags að byggja það upp. Það sem við horfum fram á í dag fyrst og síðast þurfum við að hlúa að þjálfun og eflingu þeirra mannafla sem að við ætlum þetta verkefni til framtíðar. Þannig að menntun og þjálfun starfsmanna í heimahúsi verður að vera forgangsatriði í okkar samfélagi. Af því að þetta snýst ekki bara að fá aðstoð með fleiri höndum. Þetta snýst fagþekkinguna og nálgunna af þeirri næmni sem að þarf að vera til staðar. Þannig að ég vona að með þeim námskeiðum og nýju námsleiðum sem að nú verið að setja upp í samvinnu háskólana beggja, hér Háskóli Íslands og Háskólans á Akureyri, þar sem annars vegar verið að byggja upp sérfræðiprógram í heilsugæslu og heimahjúkrun, að þá eigum við vonir til að öðlast fleiri sérfræðinga í heimahjúkrun, við þurfum á því að halda, og ráðgjöf í heilabilun nám sem þverfaglegt og verður okkur óendanlega dýrmætt að fá stóran og öflugan hóp sem að getur stutt þar við leiðsögn til fjölskyldna. Þetta snýst menntun og eflingu þess mannauðs sem við höfum, af því að hann takmörkuð auðlind, en svo snýst þetta samvinnu við einstaklingana sjálfa með virkari og öflugri þátttöku einstaklingana og þar getur velferðartækni verið algjör lykilþáttur. Hér ég með mynd af tæki sem hefur heillað marga og komið sér svo sannarlega vel, það þessi rafræni lyfjaskammtari sem bara nú þegar búin að sanna mikið gildi sitt í því bæði að efla svona rými einstaklingsins til þess að vera sjálfstæðari, en með þessari tækni að þá sjáum við aukna meðferðarheldni með réttari tímasetningu á lyfjagjöfum og bara í öllum skilningi hefur þetta litla saklausa tæki inn á eldhúsborði heimilismanna bæði styrkt einstaklingin og sparað þó nokkur handbrögð starfsmanna sem áður höfðu þá þurft að sinna þeirri gjöf með vitjun. En já, miðstöð í öldrunarfræðum
í mikilvægri samvinnu við ráðuneytin 2 sem að standa að verkefninu Gott að eldast. Þannig að við munum núna næstu misserin leggja okkur fram að styðja við mat og árangursmælingar á þeirri fróðlegu vegferð sem við erum á landsvísu að auka samþættingu heilbrigðis- og félagsþjónustu inn á heimilum landsmanna. Þetta stórt, gríðarlega mikilvægt verkefni sem að felur í sér breyta menningu í heimaþjónustu og það gerist ekkert í einu vetfangi að breyta heilli menningu í samfélagi. Þannig að við erum alveg meðvituð að lítil skref eru mikilvæg og svo til framtíðar að þá sjáum við stóru skrefin. Af því að skrefin felast í því að þétta raðir okkar og brjóta niður þessi alræmdu síló sem töluvert fjallað á ýmsum stöðum með áherslu á þessa þjónustu í nær umhverfinu og að geta valdelt þau samfélög sem að umvefja einstaklingana á hverjum stað. Og ef að þessi aðgerð getur líka létt álagi af bráðasjúkrahúsi, þá erum við náttúrulega líka bara á góðri vegferð með það. Þetta snýst að lyfta upp rödd einstaklingana og hluti af því að innleiða þá líka sjálfsmat á færni þeirra einstaklinga sem að við viljum gera betur í þjónustu við. En þetta sjálfsmat einstaklingsins sjálfs getur líka orðið mjög mikilvæg rödd í að leiða saman þessa ólíku faghópa heilbrigðis- og félagsþjónustu. Þannig að þarna sjáum við mjög mikilvæga tengingu inn í allan þennan sörkul sem að þarf að vera fagmanna og einstaklinga. Því þetta snýst að þétta keðjuna frá upphafi til enda og heilsugæslan á að svo sannarlega vera okkar fyrsti viðkomustaður og þar þurfum við að leggja mikla áherslu á, en svo þurfum við að geta siglt ljúfan sæ á milli þeirra þjónustu staða sem að við þurfa að bætast þegar árin færast yfir. Ég ætla bara rétt að nefna það hér að það skiptir máli að við veitum sérstöku bústi í uppbyggingu dagdvala af því að það einmitt í ljósi þess að virkni stærsti hlutur af okkar velferð að þar eru dagdvalirnar og þetta samfélag, að eiga samfélag að geta leita til að þau séu til staðar. Staðreyndin sú að við hér á Íslandi við reiknum með framlagi aðstandenda í öllu samhengi okkar velferðarkerfis. Við bara getum ekki litið fram hjá því. Og hér ég með nýja grein frá henni Ingu Valgerði Kristinsdóttur og hennar félögum sem að skoðuðu mun á milli nokkurra landa í því sem að kallað umönnunar álag aðstandenda og aðstandendur í íslensku samfélagi, þeir meta sig í mun meira umönnunar álagi heldur en þær þjóðir sem að voru þarna bornar saman. Þannig að þetta eitthvað sem að við þurfum að bara meðtaka og vinna út frá. Mínar rannsóknir hafa verið svona aðeins nær fjölskyldunum. Ég gerði vettvangsrannsókn sem að var þess eðlis að ég var inn á heimilum fjölskyldna í 2 ár og fylgdi þannig eftir þeirra daglega lífi og þar var þessi rauði þráður mjög afgerandi. Ég vildi að einhver hefði áhuga á aðstæðum okkar, myndi hlusta og þetta of sterkt til þess að meðtaka það ekki. Þannig að tökum það með okkur. Því að aðstandendur þeir klóra sig fram úr lífinu, þeir gera það svo sannarlega en það verulega flókið. Hér í lokin ég svo lánsöm að ég með smá hugvekju frá dóttur eldra fólks sem að hún gaf mér leyfi til þess að deila hérna með ykkur. Þannig ég ætla að fá að lesa hérna kveðju frá dóttur og hún segir: hér smá hugleiðing það að eldast á Íslandi frá sjónarhóli aðstandenda. Foreldrar mínir eru á 94. aldursári og eru einstaklega vel á sig komin. Þau búa heima og lifa sjálfstæðu lífi með aðstoð félagsþjónustu og heimahjúkrunar.
og með mikilli aðstoð frá sínum nánustu. Þau þurfa bæði að ganga með göngugrind og án hennar gætu þau ekki komist væru sídettandi. Þau eru reyndar sídettandi vegna þess að þau eiga það til að gleyma göngugrindinni og þau eiga auðvelt með að koma sér í aðstæður þar sem göngugrindin beinlínis þvælist fyrir þeim og þau detta hana. Fyrir það bil 10 til 12 árum fór ég að finna fyrir því að foreldrar mínir þurftu aðstoð við daglegt líf. Fyrst var þetta tengt verkum eins og að skipta rúmum, sækja dót í kjallarann, aðstoða við að velja jólagjafir og slíkt. Hjálpa til við þrif, kaupa jólatré og svo matseldin og matarinkaupin og ýmislegt sem að þurfti að stúsast í. Í COVID þá hættu þau alveg að fara í búð. Og svo fór jafnvægið að gefa sig meira og ég fór að ræða við þau að ganga með staf og það var meiri háttar erfitt að sannfæra þau það og seinna göngugrindina. Svo kom að því að við fórum að ræða að fá utanaðkomandi aðstoð. Byrjum á að fá aðstoð við þrif og að skipta á rúmum. Það gekk ekki vel. Þeim leið mjög illa að þurfa að þiggja aðstoðina og að fá ókunnuga manneskju inn á heimili sitt til að þrífa. Þeim fannst þetta niðurlægjandi, en svo fóru þau að kynnast henni og þetta fór að ganga betur. Og enn í dag er þessi sama manneskja að þrífa hjá þeim og þau eru mjög ánægð með hana. Svo kom að því að þau þurftu aðstoð við daglegar athafnir frá heimahjúkrun. Vegna fallhættu þurfa þau aðstoð við að klæða sig og hátta sig alla daga og þau þurfa aðstoð við bað. Og vitið hvað þetta þýðir? Á hverjum degi koma 2 til 3 ókunnugar manneskjur inn á heimilið þeirra til að sinna þessum verkum fyrir þau. Þetta ekki alltaf sömu manneskjurnar vegna þess að fólk í heimahjúkrun vinnur skiljanlega vaktir og svo fyrirkomulagið þannig að mismunandi aðilar koma í hverri viku. Við höfum enga tölu á því hve margt fólk kemur til foreldra minna til að sinna þessum verkum í hverri viku. Athugið að þetta eru mjög viðkvæm og persónuleg verk. Það er verið að klæða þau og baða. Prófið að setja ykkur í þessi spor. Að fá einhvern ókunnugan og þau viti ekki einu sinni hvað fólkið heitir og hafa stundum aldrei séð þau áður til að berhátt ykkur og baða. Þetta næstum allt mjög gott fólk, ekki misskilja. Þetta bara eitthvað svo skrítið að maður þurfa að sætta sig við þetta. Í félagsþjónustunni hefur þetta verið skipulagt betur þannig að aðstoðin við þrif hefur frá upphafi verið þessi sama manneskja í 10 ár. Og það sama má segja aðstoð við matseld sem þau fá og þar alltaf sama manneskja sem kemur. Og ég tel að það sé lykilatriði. Að þjónustan sé einstaklingsmiðuð og persónuleg, ekki verkmiðuð. Verkhæf hjúkrun úrelt og hefur víðast verið lögð af. Alla þjónustu við aldrað fólk ætti að skipuleggja út frá þiggjandanum eða kaupandanum, ekki þeim sem veitir þjónustuna. Annað í raun fáránlegt. Þegar þjónusta skipulögð út frá verkum skapast eyður í þjónustunni og þannig það í dag hjá foreldrum mínum. Þau þiggja margs konar þjónustu en flesta þessu það sem ég kýs að kalla næstum því þjónusta. Það alltaf eitthvað smá sem þjónustan gerir ekki. Það margt gert en fæst klárað. Þannig sér til dæmis félagsþjónustan þvott en þau þvo bara þvottin sem komin við þvottavélina. Þau taka ekki til óhreinan þvott af heimilinu sem það sem þarf að gera vegna þess að foreldrar mínir átta sig ekki á hvað hreint og hvað óhreint. Og aðstandendur þurfa þá að brúa bilið milli þess sem þarf og þeirrar þjónustu sem veitt. Ég get nefnt fjölmörg svona dæmi en til þess gefst kannski ekki tími að þessu sinni. Málið að ég sem nánasti aðstandandi foreldra minna hef mörgum sinnum spurt mig að því undanfarin ár hvort ég þurfi hreinlega að minnka við mig vinnu til þess að geta haldið betur utan foreldra mína. Ég svo sannarlega ekki ein í þessum sporum. Þegar ég í stússi með foreldrum mínum eða fyrir þau, þá sé ég jafnaldra mína í sömu sporum út allan bæ. Fólk sem þá að taka sér frí úr vinnu eða ver vaktafríum sínum í þessi erindi og þá eru ótalin öll símtölin sem ég á vegna foreldra minna á hverjum degi. Ekki bara við þau beint, heldur einmitt við þjónustuaðila, lækna, sjúkraþjálfara, vegna tæknimála og ýmis annara. Og þetta geta verið allt upp í 10 til 15 símtöl á dag.
að eldast á Íslandi mjög flókið vegna þess að fólk sem hefur góða heilsu þarf ekki bara að lifa af. Eldra fólk vill eðlilega, innihaldsríkt og gleðilegt líf. Eldra fólk fjölbreyttur hópur með ólíkar þarfir, langanir og væntingar, alveg eins og við öll. Eldra fólk ekki einhver fjarlægur, óþekktur hópur. Þetta eru foreldrar okkar. Með vinsemd og virðingu, Sjöfn Kjartansdóttir. Takk fyrir. Takk hella Margrét og ekki síður takkir til Sjafnar fyrir að deila þessari frábæru og mikilvægu hugvekju með okkur. Nú komið að pallborði sem við höfum tækifæri til þess að hafa hér í nokkra mínútur og ég ætla að biðja frummælendur að koma hingað upp til okkar og geta sá sem að svara gangi á veginn. Já, mikrofónin einmitt. Þá orðið laust, gjörðu svo vel. Hér erum við með þennan frábæra hóp, reiðubúin að svara spurningum. Ég ætla bara að byrja við að þakka ykkur kærlega fyrir frábær erindi. Þetta mikil áskorun fyrir okkar samfélag, svo sannarlega að koma til móts við þessar fjölbreyttu þarfir. Það kom hérna fram að langflestir aldraðir með snjalltæki og mér datt í hug að við skimum í heilbrigðiskerfinu fyrir alls konar hlutum og einmitt hafa verið að nefna hérna einmanaleika sem vissulega stórhættulegur. Ekki þarna ónýtt tækifæri til þess að svona forgangsraða meðal aldraðra vegna þess að þú getur kannski verið að lifa mjög sjálfstæðu lífi þess að lífið vel, svo kemur eitthvað upp á og þá ertu farin allt í einu að finna fyrir erfiðum tilfinningum og hefur ekki lengur innihaldsríkan dag. Þarna þurfum við að geta gripið inn sem samfélag á þessum tímapunkti til þess að hindra frekara heilsutap. Ég bara svona varpa þessu til ykkar. Ekki upplýsingatækni eitthvað vannýtt í það bæði að skima fyrir vandamálum en líka að kanalisera okkar resúrsum akkurat í þessa átt. Takk kærlega fyrir þetta. Hver ætlar að byrja? Ég til í þennan. Já. Ég mjög til í þetta að taka þennan bolta. Sko, við byrjuðum á því 2014 að tala velferðartækni og notkun hennar á Íslandi og gerðum það með ráðstefnu sem við heldum á Akureyri og heldum tíma að við verum að ná flugi í því að það alveg svona var magalent hressilega 2 árum seinna og náði ekki að fara inn í þingið en þetta samt hugtak sem búið að þvælast í stjórnarsáttmálum og öðrum plöggum alveg síðan. Það flæða alls konar upplýsingar notkun tækni á heimsvísu meðal eldra fólks og við höfum svolítið held ég, allavega mín reynsla innan úr þjónustunni það viðhorfin í þjónustunni sjálfri að þau hafi ekki móttökuskilyrðin til þess að nota þetta en á sama tíma það mín reynsla að það snýst ekki þeirra móttökuskilyrði, það snýst kunnáttustigi í starfsmannahópnum og við náum með þeim ekki úr óttanum við að fara yfir eða óttanum við að missa vinnuna vegna tækninar yfir í það að fara að nota tæknina fyrir eldra fólk. Og það flæða yfir núna, í mitt pósthól flæða inn upplýsingar alls konar verkefni, hópaverkefni eða bara rafrænverkefni eins og verið að gera hér á Reykjavíkurborg, það sem verið að hringja í fólk með reglubundnum hætti, sömu andlitin eins og við vorum að tala hérna áðan, það sem að birtast aftur á skjánum sömu andlitin, ekki heldur breytilega andlit. Og það ólíkir einstaklingar og talandi atvinnumál eldra fólks, það ólíkir einstaklingar sem taka að sér þessi hlutur. Þá færðu alveg svínandi góðan árangur í að vinna með reglusemi í alls konar heilsufarslegum þáttum, hreyfingu, lyfjatöku og ekki síst til að brjóta niður einmanleika. Þannig að við höfum aragrúa að tækifæri með það, en það einhver skrattans íhaldssemi og hræðsla og ég held sé ekki bara hjá þeim sem eru
mögulega minna menntaðir í bransanum. Þetta sé líka alveg upp úr. Það einhver feimni í okkur þarna við að innleiða nýjar leiðir. Eru fleiri sem vilja bæta við, auka við þetta svar? Eða, nei, gjörðu svo vel, þá erum við með næsta spyrjanda. Já, ég vil byrja á því að þakka fyrir þetta ágæta málþing hérna. Ég með spurningu hérna til Ég með spurningu hérna á Halldór sem hérna hvort að hann telji að afnám skerðinga myndi fjölga þeim sem að færu að starfa. Það kemur fram hjá þér að það eru mjög margir sem vilja starfa, vera í hérna föstu starfi, en eru það ekki, og spurning hvort að þetta myndi auka. Svo ég með spurningu til Margrétar. Hún hvort að skorturinn á einstaklingsbundinni hjúkrun, eins og varst að nefna áðan þarna, eða sérstaklega úr bréfinu þarna, hvort að það geti verið ástæðan fyrir því sem að ég heyrði á ráðstefnu hér daginn eða málþingi, að það væri rannsókn sem sýndi fram á það að það væri langmesta þreytan hjá aðstandendum, hún var á Íslandi, varðandi aðstoð við sína nánustu. Kærar þakkir fyrir þessar mikilvægu spurningar. Halldór, vilt þú byrja? Já, ég bara það sóló. Hérna, það því að við örugglega heyrt það, bara seinni spurningin, þetta með samlokukynslóðina, sem sem sagt osturinn eða skinkan á milli brauðana, þar sem verið að vinna að umönnun fyrir eldra fólki og umönnun fyrir yngra fólk. Það þessi kynslóðin sem með rosalega þung hlutverk í báðar áttir. Og ég held, miðað við það sem Kolbeinn kom inn á hérna áðan, varðandi stöðu yngra fólks og yngri bara fjölskyldna, varðandi til dæmis fátæktina, þá og alveg ótrúleg byrði held ég gagnvart þeim hluta þjóðarinnar. En þú veltir upp sko þessari spurningu í sambandi við tekjurnar og skerðingar. Sko þetta ekki nokkur vafi að þetta getur verið hvati, en það sjálfboðastörf líka, eldra fólk 50 plus lang stæðsti hópurinn af þeim sem stunda sjálfboðastörf á Íslandi. Og það búið að vera þekkt lengi. Hins vegar þá held ég að eitt af því sem við þurfum að horfa til, og það verður erfið umræða. Við getum ekki endilega gert ráð fyrir því að launahæsti, dýrasti starfsmaðurinn samkvæmt kjaratöxtum sé sá sem líka með 700.000 krónur í eftirlaun á sama tíma, á meðan að við erum að horfa á hlutasamfélagsins sem bara í kröm, eins og fjölskyldufólk í dag. Þannig að einhvern veginn hefðum við þurft að fara að hefja umræðina það hvernig hvetjum við fólk til þáttöku, og það verður að hluta til gert með peningum, en það verður að gerast að hluta til vegna þess að það sé bara virkni og áhugi til þáttöku. Og það þarf að draga einhvern veginn úr því, og ég kasta þeim bolta til verkalýðsfélagana, ég hef gert það svona í samtölum með Kolbeini, að sko við þurfum eiginlega að fara að taka kjarasamninga 67 plus, gera kjarasamninga fyrir 70 plus, eða hvað það heitir. Og þeir samningar verða að fjalla sveigjanleikann í meira mæli og það að við erum ekkert endilega að fara að borga fulla taxta fyrir hvert einasta handtak sem þú ert að gera, eins og þú mögulega getur farið alveg upp úr öllu valdi. Ég veit ekki hvernig ná að gera þetta, en þetta einstök staða sem við í heimsmyndinni erum bara komin upp með. Það svona mikið af eldra fólki og mögulega þetta aldrei mikill hópur sem vill vinna. Mörg lönd eru miklu verr stödd heldur en Íslendingar. þar sem að við höfum ekki lífeyriskerfi til þess að bakka undir okkur og eru bara með gegnumstreymi af sköttum, þar sem að ungt fólk að borga skatta til að halda uppi launum hjá öðru fólki. Og þessi samstarfsaðilar sem ég með, eins og Lettlandi, þar grunnlífeyrir ykkur 300 evrur á mánuði, sem sko ekki stóri peningar. Og það ef að viðkomandi eftirlöndi maki, sem í flestum tilfellum kona, ekki vinnufær, getur ekki fengið vinnu við eitthvað, alveg saman hvað það að þá þarf hún að flytja inn á heimili barnanna sinna. Þetta veruleiki hjá sumum Evrópuþjóðum, en ég held að við erum í alveg einstakri stöðu til þess að geta velti fyrir okkur hvernig við ætlum að fá eldra fólk til þess að
verða svo auðlind sem það þessi 25% væntanlega af samfélaginu til að taka virkan þátt og leggja af mörkum, ekkert endilega alltaf með því að það séu dollarar að fara á milli manna. Áreiðanlega margar leiðir í því. Já, gjör svo vel, Kolbeinn. Já, ég heldur bara að koma að svo hinn hliðin sem eru viðhorf vinnuveitenda. Ég ekkert viss að vandamál liggi hjá eldri borgurum að skorta á hvötum til að vinna. Fólk jafnvel tilbúið að vinna, jafnvel þó að bæti ekki kjör sín verulega mikið af því að vinnan hlutverk og tilgangur. Við erum rosalega bara svona í almennu umræðinu atvinnuþátttöku eldra fólks. Þá við rosalega, við erum ekki að ná utan hvað við erum að tala um. Ólafur mentist á það mjög vel hérna á forsendum eldra fólks sjálft. Umræðan atvinnuþátttöku eldri borgara kemur alltaf fram þegar við stöndum fram með fyrir ykkur mannaflaskorti. Hverja einasta ári bryddar ykkur bara þeirri hugmynd að við getum nú nýtt allt þetta gamla fólk til þess að manna leikskóla. Sumt flestara hefur enga reynslu að fórstu til þess að sinna þessum störfum. Mikið af hefur engan áhuga á því að sinna þessum störfum. Svo bara við varum hugsa bara það að vinna eitthvað sem fylgur ekki í sig viðurkenningu öllu sem maður hefur gert yfir ævina, það ekkert endilega að fara að skila manni betri heilsu eða betri líðan. Þannig að það ekki bara það að þessi umræða fari fram á okkur svona mannafla forsendum samfélagsins. Þetta líka bara misskilningur á hverju hagsmunir samfélagsins eru. Við þurfum bara að fara að hugsa það hvernig getum við sem samfélag nýtt eldri borgarana okkar á okkur hátt sem góður fyrir þau og góður fyrir okkur. Ekki bara manna einhver göt í vinnumarkaðum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta frábæra komment. Margrét, gjörðu svo vel. Já, það snýst að við fáum að njóta okkar í ástríðu þess sem að við höfum hvert og eitt. En varðandi einmitt þetta hlutverk fjölskyldna og aðstandenda, þá þetta eitthvað sem að okkur sem betur fyrir að verða vel ljóst, þessi staðreynd. Í fyrsta lagi bara hvers eðlis álag á fjölskyldur og þessa nánustu aðstandendur og hvaða hlut við sem opinbert þjónustukerfi eða samfélag eigum í því. Staðreyndin sú að fjölskyldur vilja vera til staðar fyrir sitt fólk að öllu jöfnu. Þannig að það ekki það skortir yfirleitt ekki viljan. En það þessi krísa að vita ekki hver með mann í liði eða einhver með mér í liði og það gerist ekki þetta sjálfu sér. Þannig að það sem það þessi frumskógur sem að fjölskyldur standa frammi fyrir að leita, þreifa fyrir sér hvar stuðningin að finna. Þannig að við sem samfélag og opinbert kerfi þurfum að gera miklu betur í því að hafa forgöngu í því að koma til móts við fjölskyldurnar. Og þarna tala ég beint til minna kollega í heimahjúkrunni þar sem að við þurfum að líta á þetta sem okkar samvinnu fólk og samherja, einstaklingana sem við erum að þjónusta og þá sem að standa þeim næst. Þannig að upplýsingar og samtöl við fjölskyldur og umönnunaraðila óformlega lykilþáttur í að geta mætt okkar framtíð. En þá þetta spurning, hvar erum við að skrá þá aðkomu sem við eigum aðstandendum, hvar erum við að meta hvað við erum að leggja fram í stuðning okkar til þeirra og við hreinlega stöndum fram fyrir því að vera skráð inn í sjúkraskrá einstaklingsins sem við erum að þjónusta. Þannig að við þurfum einhvern veginn að fikra okkur betur áfram í þessum svona praktísku atriðum skráningu, utanumhald, stuðning og meðferð. Það vegferðin. Kærar þakkir, það ærið verkefni þar. Ólafur, örstutt, af því að svo erum við með eitt í viðbót. Já, takk. Kommentar að pínlítið á bæði. Annars vegar þetta með skerðingarnar. Ég held að fyrir skerðingarnar þær hitta lágtekjufólki langvest. Þessi fólki sem með virkilega lágan lífeyri, þar skiptir hver 1000 kall gríðarlega miklu máli. En það ekkert endilega fólki sem mest að sækjast eftir að fara út á vinnumarkaðinn. Ég held að við höfum gengið of langt þar og við gætum gert betur í að
búa þessi kerfi þannig að skerðingarna væri ekki að býta fólk sem kannski með 400.000 krónur og jafnvel minna í heildartekjur. Varðandi síðan þetta með hvernig við metum virði framlags fjölskyldna. Sum samfélag hafa farið þá leið að meta þetta í skattkerfinu. Við höfum ekki farið á leið en við gætum það líklega. Kærar þakkir, Ólafur, það líður að lokum. Fundarstjóri ætlaði að Já, gjör svo vel. Fundarstjórinn ennabla með komment. Gjör svo vel. Góðan daginn, Þorbjörn heiti ég og fylgst með málefnum eldra fólks nú á síðustu ár. Og það er auðvitað alveg frábært að fræðasamfélagið sé að fjalla kjör og málefni eldra fólks. En ég upplifi það sem þá hluta þessum hópi að við erum óskaplega litlir þátttekendur í því að fjalla hvers konar samfélag viljum við lifa í. Ég satt halvan dag hérna daginn á félagsmálaráðuneytinu og þar var að fjalla stafræna þjónustu við eldra fólk. Hann nefndi engin viðhorf eldra fólks, hvernig það vildi hafa þetta. Það var frábært fólk og mjög áhugavert. Og mér finnst alveg full ástæði til þess ef að eldra fólk verður 25% af þjóðinni. Að meðan taki þetta alvarlega til umræðu, hvernig virkjum við eldra fólk til að móta okkar eigið umhverfi. Svo vil ég bara beina því til þín, Kolbeinn, ég hef búið að segja þetta við áður. Orðið eldri borgara óskaplega leiðilegt orð. Og við eigum að útrýma þessu úr umræðinni. Halldór talaði alltaf eldra fólk. 60 ára fólki finnst ekki gott að láta kalla þessi eldri borgara. En það eldra heldur en sá sem 50. Og við hefum bara nota þetta orð. Og svo ég líka beina þið til Kolbeins þegar hann fjallar kjör eldra fólks. Stjórnmálamenn vilja heyra þið segja eldra fólk hefur það mjög gott fjárhagslega. Það vill heyra þetta. Það mikilvægir að tala þá sem eru verðsettir í forgang í þessar umræðu. Það alveg að segja stór hópur eldra fólks hefur ágætt fjárhagslega. En mikilvæga verkefnið þessi sem eru kannski í 3 lægstu tíundum hjá almannatryggingum. Almannatryggingar eru með mjög flotta greiningar uppfærðar mánaðarlega og ég hvet menn til að skoða það. Takk fyrir. Ég held að þú hittir aldeilis naglan á höfuðið að við þurfum að, hvort sem það eldra fólk eða aðrir í samfélaginu, að það á ekki að ræða hlutina með aðkomu fólks, hvernig þeir vilja hafa hlutina, hvort sem það heilbrigðismáli eða tryggingamáli eða annað. Af því að það var svo mikið talað hér þátttöku aðstandanda, ekki síst kvenna, í þjónustu og umönnun aldraðra. Og þá held ég að það megi alveg nefna það að árið 2023 að þá voru veitt Nóbelsverðlaun í hagfræði til konu sem heitir Claudia Goldin og prófessor í hagfræði við Harvard-háskóla og það voru akkúrat þessar rannsóknir á framlagi kvenna til hagkerfisins sem í formi umönnunar við fjölskyldu, einkum og sérilagi eða minnst ekki síst umönnun eldri fjölskyldumeðlima, sérstaklega foreldra. Mér finnst sjálfri alveg með ólíkindu hvað þessi Nóbelsverðlaun hafa fengið litla umræðu. Ég hef bara, ef ég segi ykkur alveg eins og aldrei heitt nokkurn mann sem hefur heyrt á þetta minnst. Og menn geta haft mismunandi skoðanir á því hvernig getur staðið á því. En ég myndi nú svona hvetja alla og ekki síst þá sem að hafa skyldum að gegna í umfjöllun hag eldra fólks að við skoðum þetta. Þetta enn ein gögnin sem að geta hjálpað okkur og að því að það var komið inn á það hvort að ætti að umbuna í gegnum skattkerfið.
í sambandi við sem sagt framlag sérstaklega kvenna til þjónustu við eldra fólk, að þá eru áreiðanlega góðar upplýsingar í rannsóknum Claudiu Goldin hvernig mætti nálgast það. Að þessu sögðu þá langar mig að þakka framsögumönnum okkar og henni Önnu Björgu Jónsdóttur sem ekki gat komið en var með okkur svona í anda í gegnum gott efni. Þakka ykkur gestum málsþingsins kærlega fyrir að vera hérna og óska ykkur góðrar helgar. Njótið dagsins.